Já, kærandur eru velkomin á Fram TV, það sem leikur Fram IBVF í bikarkeppni, fjórða kalla. Ég að fara í gang eftir smástund. Þessi bikarkeppni verður bara þetta mikilvæg fyrir allt og alla eins og maður segja. og við rétti honum það að framvinni, en ég er auðvitað bara. Ég heiti Kolbeinn Þórsson og ég verð lýsandi dagsins í dag, eða prófa bara lýsandi út af því fólk. Nennir ekki koma að lýsa og það var bara leiðindi og þá þarf ég að koma á fullu. Og laga þetta svo kallar. En já, bara svo fólk viti, það virðist vera það að meistaraflokksleikur er að fara í ganga eftir, þannig það getur verið það í svona eftir svona hálftíma, 40 mínútur þarf að katta á útsendingu út af því að það er leikur, en það fer bara, ég veit ekki alveg hvernig það fer. Svo bíða að sjá. Við kannski bara byrjum á liði IBVF sem er að keppa. Númer 13 er Alexander Friðriksson, númer 16 er Helgi Þóra Adolfsson, númer 1 er Filip Anbró, númer 2 er Egill Stefánsson, númer 29 er Auðun Sindrason, númer 64 er Bogi Guðjónsson, númer 9 er Ólafur Haraldsson, númer 52 er Ingmar Arnarsson, númer 11 er Andri Erlingsson, númer 60 Bergur Guðjónsson, númer 15 Haukur Magnússon, númer 73 Elís Aðalsteinsson, númer 33 Tómas Gunnarsson og númer 31 Jón G. Sigurðsson. Þjálfari í dag hjá IBVF er Bergir Haraldsson og Magnús Björnsson. Leikurinn það bara fyrir að byrja þess að og já, það er greint að fá undirskrift hjá dómarum þannig. Bara afsakið það. Það á ekki að gera sjá okkur að það gleymist. Já, það er rétt á það hljóð, ég setti það rétt í gang. Þá byrjar leikurinn, en þegar liðið fram er 16 Þorsteinn Örn Kjartansson, númer 8 Mari Baldvinsson, númer 22 Dagur Árni Sigurðsson, númer 7 Max Emil Surlund, númer 17 er Snorri Davíðsson, númer 76 er Gunnar Þór Davíðsson, númer 11 Ríkharður Flóki Bjarkarsson, númer 29 Sigurþór Elías Simtú, númer 29 Sigur Elías, númer 88 er Aron Óli Seipur, ég sé ekki alveg, þetta er ennþá skriftin hans Róberts sem er þjálfari í dag. Já, númer 38 Kristófur Gíslason, númer 18 Ísökull Bjarki Elvarsson. Og það er fyrsti boltinn að fara út af hjá IBVF, en þetta var klára með 10 Hannes Magnússon og þjálfari í dag hjá Framurum er Róbert Árni Guðmundsson, númer B er Markus Páll Erlendsson og númer C er Viktor Bjarki Daðarsson. En já, fyrsti boltinn er tapaður. Þetta er ekki akkurat svona leiðilegt slemið, en en allar kvartanir geta farið á torki@fram.is fyrir handboltan, ekki fyrir fótboltan. Ég tel ekki þessi fyrir fótboltan og ég afsaka það. En já, það gæti verið það að útsendingin verður nefnt svona tökum hann út kannski hálfleika út af meistaraflokksleik. Það er meistaraflokkur í fótboltan, þetta er við endilega hóp núna. Mér finnst það svolítið lélegt að lendi því út af því að ég er búinn að setja hann upp morgun og mann er svona hálfa ekki að þurfa að fá þá að taka niður og bla bla bla. Ég var svona þreyttur á því að lendi því. Og það er verið taka vörðuna og það er auka fyrir til IBVF. Staðan er þetta 0-0. Og það er skotið á marki IBVF skýtur framar að verja er hann Starkaður Arnalds sem er Framar koma
IBVF fyrir 5-1 og skýtur og skorar fyrsta markið í dag númer 7 sem hann Max Emil sem skorar. Staðan núna 1-0 fyrir Framarum. Og það bara full og það var fín vörn hjá hann. Já, ég svolítið pirraður og þurfa að Gunnar fer í burtu kannski. Mér finnst þetta ekki eðlilegt að þetta sé í boði. Og svona á bara að vera búið. Við þurfum að bíða og sjá hvað gerist. Boltinn hefur farið þarna fyrir bakvið og netið voru svo gamalt hljókvöldin fram henni, hann hefur farið hérna. Það er sem gerði sinni daginn, það hefur verið mark og hann hefur farið í gegn. Þá var ekkert víst að það átti að vera mark. Og það bara full kraftur og það farið. Það auka. Og það bara auka aftur hjá Framarum. Framar að verja þarna. Og hann tekur hliðarskot og skorar. Hann Auðun Sindrason. Og Framar að koma hérna í full af öllu og skora aftur. Fullu krafti, ætla ekki að taka það lengi, bara beint. Hann Marel Baldvinsson skorar sitt fyrsta mark í dag og annar mark Framara. Og það ekki bíða ekkert lengi IBVF. Og já, svona þetta bara hlaupa ennþá frá fljóta. Það hefði ekki virkað hjá dómurum HSÍ. Þetta bara dæmdu mynd á þetta. Búið mál. Og það varið. Og það IBVF hérna hann koma bara í full fljóta. Bara fljótir hérna upp og taka einhverja hreyfingar hérna. Framar að stoppa það hérna, það eru fljótar að setja. Og það skref á IBVF. Og Framar að koma hérna í fljóta hraðar og það auka. Það lenti eitthvað í hendina þarna fyrir svo. En eins og ég segi, það bara mjög leiðilegt svona út, þetta svona rosalega skrítið af hverju það sé svona á bara allt vera sameiginlegt við Fram-TV og það hafa bara verið allt til þess að það voru ekkert til alltaf ekstra. Þannig þessi engin leið að svona dekki einhverju. Og það bara mark hjá Framarum aftur. Þeir byggðu ekki lengi, það bara beint á. Það númer 8 sem skora hjá þeim. Annar mark hjá honum í dag. Númer 24. Það bara vörn, bara góð vörn í Framarum. Taka bara á honum, stoppa hann. Hann koma út fyrir punta. Og hann bara reynir að skjóta á. Það fyrir bara hérna allt og fyrir beint í netið. Það bara Framarar konar að boltan koma þetta beint upp og sugan hérna og skora! Fínasta markið Framarum og staðan 4-2 bara eftir 6 mínútur leik. Herði, já. Ég með bæði mörkin hérna, ætlaði að segja að það var IBVF. Ég veit ekki alveg hvort að þetta er svona bæði og út af því að en enga tvö virkar þá ætti hann klárast eitthvað með 11-15 11. Já, það myndi ekki klárast eitthvað með 11-20, 11-30 sko út af því að mér finnst þetta verið skrítið af því
Fótboltarnir geta alltaf reddað sér bara með því að hafa síma eða eitthvað í byrjun og leyfa okkur að klára og svo geta bara að heipa búnaðum upp og dörla sér. Ekki sorry. Alla gatan geta farið á mig. Ég geta alltaf að tókja atfram.is en ég ætla ekki að segja það, en þetta svolítið leiðilegt að lenda í því. Ég veit ekki hvort að HLC-dómarar sé eitthvað ánægð með það að hafa ekki myndar á þessu út af því. Það er þetta gott ef það hefði gefið rautt eða eitthvað meira eða þarf að fara til aganefnds. Ef það er beint rautt þá er þetta beint til skýrsla til aganefndar og það er þetta skoðað. Og það er mark hjá Frömmurum. Staðan er 5-2. Og Kjartan, hann skorar. Hörru, ég drekki afsakið þetta. Þetta er 8. Maðurinn sem er 3. markið sitt í dag. Og það er, þeir bíða ekkert lengi í BFF og eru komin upp í 5-3. Og það er annað markið, 6-2. Og staðan er 11. Nei, það ekki 6-3. Ég ætla aðeins að taka eitt símtal og svo kem ég aðeins tilbaka. Herðu, þá er leikurinn að fara að byrja aftur eftir þetta. IBVF-þjálfurinn hefur verið að tala almennilega við þá. Fótur, þannig að og gullspjald á Framara. Og það er mark. 24 sem skora sitt annað mark í dag. Og það er varið. Og það er varið. Og það er horn, eða svona hálf hérna. Þetta er ekki horn. En hérna, Framar var að koma sér aftur upp í hérna. Fljótir. Það er varið aftur. Og það er skorað. 8 sem var á 4 markið Framar í dag. Og Fram nær boltann en hann fer þarna út af. Ýttur hann svona út af hana. Herðu, já, guldspjald á víti og guld á Framara og það er ekkert skemmtilegt. Og það er bara beint mark og það er með 2 sem með Egill, hann er hérna með annað markið sitt í dag og staðan er 7-5 eftir 10 mínútur leik. Og það er bara róa niður. Og það er mark, það er bara ekki beðið og það er bara að skora beint á það og það er nummer 2, 8 hjá Framara sem er 5. markið sitt í dag.
bara á score streak, sem að kalla og það bara beint markaði, bara IBVF kemur beint, skorar aftur og Framar að taka þetta fljóta. Nei, fljóta sókn og skora og bara það víti. Það ekki víti. Nó, ég veit ekki að þetta víti. Hvað veit maður? Ég nú treysti mér HSI-þjálfurum heldurinn. Nei, HSI-dómurum heldurinn. Mér sjálfur mínu getu ég að dæma. Og það bara látið ganga og hann skýtur bara sleggja. Næsti Ómar Ingi. Staðan 9-6 fyrir Framarum eftir 11 mínútna leik. Og IBVF að taka einhverjar hreyfingar hérna og það víti. Það stærra. Og það framhjá. Og Framar koma hérna upp í hraðarhlaup, fljótur upp. Síðan hérna sendur 16, sendir niður í hornið og skorar! 17 með fyrsta markið sér í dag. Þeir eru ég held þeir vera að taka mann leik. En þeir eru með svolítið opið þarna. Já, Framarum. Og það mark og nummer 24. Með þriðja markið sitt í dag. Staðan 10-7. IBVF hérna og það skref og auka. Ég ætla að vona það að hann hérna sem hjálpprogrammið hérna fram hækki hérna upp neti okkur fyrir næsta leiki. Og það mark. 11 sýndir mér Ríkharður. Hann har markið sitt í dag. Róbert með einhverja hreyfingar hérna. Snung setja og það bara varið. Alveg vörn. IBVF þrjóðlega segja að hann bara nota skrefið áður verið drifla. Algjörlega satt. Og það bara alveg opinn og skorar. Bogi Guðjónsson með fyrsta markið sitt í dag. Staðan 11-8 fyrir Framarum. IBVF að koma hérna. Koma upp hérna á æði floti. Bara. Það mark. 7. mark á 8 í dag hjá Framarum í dag. Og það bara halda upp tempo og skýtur og fer í hérna. Slanna og beint upp og lendur hérna ofan á markinu. Framar róa niður. Þetta þau kannski hérna Róbert sig einn hægri. Held að leysa inn. Búa upp pláss. Já, það sýndist það. Og það skotið og skorað og það 8. mark hjá 8 í dag. Eins og ég sagði, henni bara einhver skorkstrík hérna á fullu.
Það svolítið leiðilegt að ég mun bara, eins og ég segi, mér afsakið leikurinn verður tekinn út eitthvað hálfleik út af því að fótbolta þarf að fá að nota það. En svona skandallinn og endilega myndi ég vilja fá annan búnað sem fótboltinn geti bara notað, þannig að það væri bara sérbúnaður fyrir handboltan en sérbúnaður fyrir fótboltan og það væri bara ekkert vandamál. En Framar ekkert syndandi peningur svo Valsarars. Þannig við þurfum bara að vera rólegir og dreyja bara að segja fuck it og það bara mark. Sýndist að vera nummer 64. Sýndist það. Gefum honum bara markið, ég bara alls ekki það að það var einhver annar. Nei, það er tvisturinn. Alls ekki þetta. Þetta það sem best við þetta, að hafa. Gott. Og það mark. 9. marki hjá honum í dag og þá hann komið með jafnmörk, búinn að skora jafnmörk eins og bara einn eins og IBVF voru að skora alla leikinn. Þar mist boltan og Framar að koma með ræðurblaup, hornið opið. Það sendi ekki það, nummer 7, hann kemur og skýtur og skorar. 3. marki hjá Max í dag. Trumurskot. Svona það að bíða að sjá. Sýnist það er rétt að vona það að við fáum eitthvað að nota búna nata til hálfleiks. Við þurfum að bíða að sjá hvernig þau eru kannski rétt náu því að klára leikinn áður við fáum búnaðinn. En það var þvílík og það varð! IBVF var bara tekur og verið þetta á rosalegt. Bara fínasta. Bara mjög fínt hjá honum. Ég missti orðið sem ég ætlaði að segja. Og það skot og þetta bara lenti þetta smá í honum og skoraði. Það ekkert eitthvað þrjusum skot en hann með 4 mörk í dag og staðinn 15-10. Framar að róa niður og missa hann út af. Fara hann í gegnum klofið. Og IBVF koma upp í hraðarhlaup. Taka bara tempo, alltaf bara áfram. Ekkert að róa niður. Halda bara hraðanum. 24 kemur úr hlið. Þetta svona þessi Ómar Inga skot sem mér svolítið nota hendina upp í alveg 150 sko. Þetta bestu skotin sem tekur hendina upp og skýtur frá. Bara þessu lengstu skotum bara tekur 3 skrif og stekkur upp og tekur þessu flott við. En það bara eins og segja, það til mörg flott mörg og þessu bara alveg á línunni. Og hann, hvað það? Skrif, tekur upp. Og IBVF kemur upp í hraðarhlaup, sendir og að missa boltan. Framarar ætla ekkert að halda svo tempo þarna upp. Og taka boltaskítur og skorar. Þorsteinn Örn sem skorar sitt fyrsta mark í dag. Sýndist mér, já, mesta líkur til þess. Já, þetta var hann. IBVF að koma hérna upp, senda áhælda og hann, þetta varið! Og það fer út af og IBVF á boltan. Halda áfram hérna og senda hérna, svona, auka þetta svolítið. Og þar! Það er þetta auka hérna, lendir maður í hann og tekur hann niður.
ekkert eitthvað rosalegt en þeir eru að taka á kerfið þarna örugglega. Alveg opið þarna hjá þeim og þetta er, herri, þeir ná boltanum aftur og það er auka þarna, mjög flott hjá þeim. Og víti. Já, það er víti. Og það er skorað. Ekkert mál hjá þeim, bara bing bara búm og skorað. Eins og má segja. Það er Egill sem við sitt 5. mark í dag. Staðan er 16-11 eftir bara 21 mínútur. Ég man ekki hvort að ég held að það sé bara 25 mínútur út af þetta fjórðflokkur. Gæti verið að sé 30, ég er búinn að gleyma það. Og það er, jájá, það er bara trussu skot og þetta er út af. IPVF koma sér örugglega bara upp í eitthvað tempo. Og hvað gera þær? Aðja. Og já, og aðja, þetta markaði þetta leikur þarna til hans línunar, bara skorað. Gott að Róbert að taka, það er einn vinstri auðvitað. Það er bara ekki, bara mjög auðvelt kerfi, einn vinstri. Og hvað gert? Og hann skýtur og það er framhjá. Jæja, yfirmarkið þarna gerist. En hérna það er það er lína. Hvort hann var að reyna að taka þarna eitthvað Viggo-skot hóttunni. Nei, hvað heitir hann aftur? Jú, var ekki Viggo svona Viggo-skot, ég veit ekki alveg. Svo gleym ég þetta fólki. Og það er mark. Það er ekkert flókið, það er bara skorað og það er númer 38. Skorast 1. mark í dag, Kristoffer. Já, ég held að það verið veit hérna Viggo sem tók þessu svona. Það geta vel verið að rantu verið. Her tekið þarna ekki rétt. Fara út af Turpunta. Og 4 taka kerfi en rétt með búinn að missa hann út af boltan. Tekur eitthvað rosalegt þarna. Og það var bara, og hendin er komin upp. Skýtur og skora. Egill komið með sitt 7. mark í dag, staðan er 17-13. IPVF það bara kemur hérna á óðum eldum og fullu og hérna er að minnka munin. Hvort að framsíða bara slaka á, það er nú innan við mínúta og Róbert tekur hérna smá timeout. Það verður stilla eitthvað upp í kerfi síðustu mínúturnar. Reyna að sjá hvað alla að gera. Strákar, eru ekki alveg saman þarna meistaraflokkur í fótbolta þarf að fá búnaðinn eftir, er ekki allt í lagi fyrir ykkur svona innan svega? Ég sagði meistaraflokkur í fótbolta þarf að fá búnaðinn eftir, þannig er ekki allt í lagi fyrir ykkur? Nei, bara ég þarf ekki, þú veist, ég bara segi ef þið viljið þá, eða þarf að færa rauðspjald eða eitthvað? Er þið með? Nei, ég tala ekki. Nei, ég var bara að meina ef þið þurfið að sjá, þetta er aganefnd sem þarf að sjá eitthvað. Það skiptir máli. Á síðdómarinn skiptir, mér sýnist að fyrir þeim skiptir það engu máli. Það er gott. Fór þeir bara búnaðinn og búið mál.
Ég veit ekki alveg hvort það myndi skilja mig hvað ég var að meina. En það að ef það þarf að horfa á leikinn aftur eða þarf eitthvað að skoða, þá ég veit ekki alveg hvort að þeir sé með eitthvað vídeó í gangi líka til þess að horfa á. Ef eitthvað þarf, eitthvað svona bráðabirgða. Skildi ég alveg hvað það var að segja, það skiptir ekki öllum málum. Ég held að hérna Fram taki bara hérna langa sókn, skora inn í lokin og og það er farið eitthvað í hann hvort hann hefði ekki farið í markmannið þarna. Þetta er vel verið. Nei, ef endilega bara IPVF eða Fram að biðja foreldra sem eru í stúkunni ef útsendingin dettur út áður fyrir eftir svona. Og leikurinn er búinn og Fram er ekki að skora, nei IPVF er ekki að skora þarna. Ef útsendingin dettur út þá bara endilega biðja foreldrar að biðja hérna það að hafa setja leikinn í ganginum á Facebook eða eitthvað. Það er bara að bíða að sjá. En það er hægt. Annars við ætlum að taka þetta smá pásu og komum hérna eftir nokkrar mínútur.
Já, kæra áhorfendur, nú er leikurinn að fara að byrja aftur og ég kem hérna með góða fréttir eftir að hafa talað við fótboltann að það við fáum að klára en leik og svo er þið bara hlaupa með búnaðinn. Búnaðinn er bara fara með hann og koma með hann. Þannig við fáum að klára en leik. Það er mjög gott að fá að geta klára hann og svo verður úrvalsleikurinn sýndur á eftir klukkan 4. Þannig það verður nægur tími að geta hort á hann líka og ég bara rétt síðast að bara Robbi er að taka hann töskunni og líkst að bara boltan aftur í. Robbi er ekkert eitthvað stressaður sem vanlega, það var mjög og boltinn kemur hérna bara upp. Hvaða bolti er þetta? Varst þú með hann? Varst þú með boltan? Hvað? Já, kom hann upp eða? Þannig að það er IPVF-liðið að koma hérna inn í róliheitum. Sýnist það eru ekki mikla breytingar hérna hjá framliðinu. Nei, það er bara verið að byrja aftur með sama lið. Og ég syns það sé einn nýr hjá IPVF. Vona að heyrist allt út sig. Mér syns það sé allt gott og heyrist allt, en allt það er hægt að senda hann eitthvað til tjatti hérna eða togjattfram.is eða bara mig sem er kolvetí@gmail.com. Engin spammi hérna á mig. Ég er útsendingastjóri á allara tökur á Fram TV. Handboltans, ekki fótboltan, ég tek ekkert af fótboltan. Þannig ef þið viljið senda þá geta annað senda á togjattfram.is eða kolvetí@gmail.com. Og ég get tekið öllum kvörturum hjá þeim, sem bara allir kvörturum af fyrir handboltan, engan á fótboltanum. Ef þið sendum eitthvað fótboltan þá bara sendi ég ykkur. Það er ekki mitt fag. Þótt ég var áður fyrr, þá var ég ekki útsendingarstjóri, ég var bara tæknimaður og kameramaður. Ég var svona smápartur þarna, ég hef tekið og það er mark á Frömmur, byrja bara mjög snöggt þarna. 7 sem er max með 4 markið sitt. Fyrsta markið þessu staðinu 18-13. Byrja hérna bara snöggt og vel, ekkert mál, bara taka þetta bara allt vel og koma og það er bara vörnin, taka þetta bara vörnin hérna. Og ég veit að ef þið eru að tala um það er smá hik í útsendingunni, það er ekki bara snústandinn ekki búin að slaka út, það er ekkert í fótboltanum sem gerir fyrir. Hörru, ég náði ekki þessu marki, hver skoraði? Nei, þess ekki. Kannski þetta, mér sýndist það voru bara 20 og 10 Frömmurum, skorar Hannes. Herru, alls ekki þetta, ég gef bara það á honum Auðunni, þetta mark. Ég ætla bara að hafa það. Ég afsaka það að, þeir missa boltan. Nei. Það er bara, og það er bara vörn. Robert vill fá fót á IPVF, virðist hérna. Sést ekki úr fótur á hann. Þetta er óhættni þarna lendi því að hvaðna. Og þeir koma sér á framar og taka þetta hraðarhlaup. Og það er alveg opinn og það er nummer 32 sem skorar hjá þeim í dag, sem er Dagur Árni með sitt fyrsta mark. Sem verður örugglega nýr inn á vellinum. Það er þeirra að taka þarna almennilega miðju. Þannig þá bara taka rólega og bara gera allt. En ég mun taka gott tal við hann Kitta sem er fjármálastjóri framhaldi eða framkvæmdastjóri, hvort hann sé. Og biðja hann bara það að kaupa X-búna fyrir fótboltan sem er bara þannig að þurfa ekki að nota hattingræðinu sem við notum til þess að streyma. Það er ekkert mál, þannig. Og hún er miklu ódýrari heldur en þessu 120.000 króna græja við notum. Og það er mark
hjá IBVF og það er með 70 sem skorar. Maður sjá. Elís. Ég er ekki viss hvort það sé hans fyrsta mark. Ég finnst það ólíklegt. Horninu hann. Vinstra. Og hann heldur bara nýjan. Myndi vel að fá. Hann tekur bara alvöru, bara grípur í hann. Ekkert bullshit hérna hjá honum. Og hann bara. Og 8 sleggjan hjá Fram. Tekur hérna og með 10. markið sitt í dag. Og staðan er 21-15. Og það er bara ennþá varið. Ég held að ég hafi mist á svolítið mörkum. Það er 10, 11, 12, 13, 14. Það er sko 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bætti bara þetta mörgum sem það er bara að hafa það. Taka á réttum stað aftur. IBVF búið núna landi í 2 skipti í 10. Og það er skítu og markið skora, það er auka. Þeir taka bara að halda af hann með tempóið. Og það hendin er komin upp og auka aftur. Við held að þetta sé bara með 4 sendingar eftir, ef ég man rétt. Og hann skítur og það er varið. Og það er hraðarplaup, Framara komið hérna upp. Skítur og skorar. Ekkert mál fyrir Framara. Alveg opinn, enginn sem fer í hann, beint skot upp. Og IBVF róar þetta niður sem er að halda svona smá tempói. Og þeir bara, og það er Framara, þeir ná að senda boltan í burtu og það er auka þarna. Og það er guldspjald á Framara. 8. Þetta voru mjög slæmt að fá rauðspjald á hana því hann, já, passa ekki þetta. Og það er bara lenda þetta 2 í hann. Hvort þetta hefur ruðningur eða ekki, það veit ég ekki. Ég ætla ekki að dæma þarna á þetta. En aftur þá er ég ekki þjálfarinn og alla kortum ég frá klubbi 10 og atgimur.com eða tók ég allt fram på Fram.is. Alla kvartanir fyrir framtíð í handbolti, ekki fótbolti. Og þeir að taka og það er alveg opinn og skorar. Alveg opinn. Ekkert sem snertir hann. Og með sitt 3. mark í dag. Línan. Bara ekkert mál þarna. Alvöru skot. Vinstri sem geta annan. Alvöru mark. Ekkert í hann. Engin fyrir í hann. Að því að andum fyrir í hann þá var það bara víti. Þetta var þetta og geta alveg svarið 2 mínútur þá líka í hann. Það er alveg hvernig fyrir í hann. Það er bara þarna á þessum punkti þá er ekkert hægt að brjóta á hann. Og það er 8 og skítur og skorar. Ekkert mál fyrir hann. Það er alveg opinn. Skítur og skorar. Ekkert mál. En ég ætla bara að fara inn í gender equality. Og þótt að það sé enda ár 2022 þannig er sem að vera hvað. Og þannig er bara lífið. Ég ætla ekkert að nöldra í því. Og 73. Herri. Þetta var bara mesta. Þetta var bara svolítið svona laus skot. Fer hann í golfið og markmaðurinn er ekki alveg í hann. Óhætni. Enn og aftur. Ég held að þessi búið svona 2 henni skot sem IBVF er búin að skora. Sem hann er svona lekur hann í markið. Já. Og 8 kemur og það er varið. Vörnin tekur hann bara háverðin og bara hendur upp og búið mál. Og tíminn er stopp og það er, hvað er það? Já, fara hann í bakvið. Tíminn gjör stöðar strax. Fjóra sendingar eftir þessu þetta. Skildi ég alveg hvað var að meira. Já, það var 3 metrar að vanda frá. Alveg ekki, má ekki vera alveg upp í þeim hana. Og brotið á þeim. Og, jæja, þarna hefði þetta lifað að halda áfram. Og hvað er gert? Tíminn bara stöðvar. Það skil ekki alveg okkur, en ég veit ekki okkur. Skiptir mér ekki miklu máli. Rétt að vona það.
halda svolítið áfram samt. Ég var ekkert á móti því. Ég ætla ekki að reyna að klára hann leik. Og, það var 3 skot. Þetta er þessi kallaðs Ómar Inga skot. Ómar Inga, já. Ómar. Þetta er íslenska landslið skotið. Hver sem getur tekið þetta, en mér finnst þetta vera svolítið. Það fett tilkynningur að leyfa þeim að skrá sig hérna inn. Já, víti. Og 2 mínútur. Jæja. Veit ég alveg hvernig þetta 2 mínútur, en fyrsturinn skorar sem er hann Egill Stefánsson sem er með sitt 8. mark í dag. Og staðan er 23-18 og 2 mínútur eru á Framarann. Klaufalegt hana, en eins og ég segja, það er, ef þú ætlar að vera með góðan leik, þá farðu alltaf koma 2 mínútur. Og þarna koma þær Framar taka þarna og missa boltan. IBVF kemur hérna á fullu krafti. Sendir hérna á hann og tvisturinn kemur og skora og það er 9. markið hans í dag. Alveg opinn, enginn í honum og skorar. Það er ekki flóknar þetta og það getur ekki, það er bara oftast flott. Bara auðvelt og fínt. En já, það er og það er mark. Það er Árna held ég ef ég rétt mér. Það er bara lín og þeir hafa að verja þarna boltan út. Framar að koma sér undir tempo aðeins. 8, hættulega 8 kemur hérna og það er skref. Þeir eru eitthvað ósáttir með það. IBVF kemur hérna fullum krafti upp. Og það er bara 1 á hann. Ætlar ekki að leyfa honum að koma áfram og Hotte kemur. Og þeir ná að stoppa hann og þetta er bara alveg, þetta er bara hent niður. Ég bara var hræddur á þetta er bara 2 mínútur aftur. Og það skýtur og skorar. Það er ekkert flottar það, hann kemur bara. Elís kemur hérna. Flott skot. Skýtur hérna bara frá og punta. Það er að pressa hérna á það framvarana. Skýtur og skorar. Stakkar sitt mér. Nei, Max Emil, afsakið þetta. Max skorar ekki stakkar. Ég veit ekki okkur ég er alltaf með þetta. Það er Ríkard en ekki stakkar. Jú, það er stakkar sem 23. Það er rétt að mér. 73 og þeir bíða ekki lengi. Elís sem 4. markið sitt í dag. Skorar. Og það setur morðan vilja aðeins að róa sig niður hérna, fá almennilega vörn á miðju. Ekki almennilega vörn, heldur almennilega viðju. Herri, já, ég var búinn að gleyma því. Það er auðvitað aðeins, ég þarf auðvitað að fara að koma fljótlega. Það er rétt að vona að leikurinn klárist fljótlega. Já, og það er bara annar mark og nú er 24 skora hérna, fullur sinni krafti, ekkert mál. Og þeir ætla ekki að bíða lengi að fá, og hann er sitt 7. mark í dag, alvöru mark. Það komur sér úrlega byggja tempo hérna, bekkun IBVF, pressa á þá, sama strákar hérna. Og að koma hérna og að senda niður í hornið og skýtur og skorar.
þriðja markið sitt syns mér. Svo leiðilegt hérna þessi blöð sem með þurft til að gera bara búa til ákveðið blað fyrir alla línurnar sem við nota. Og það er tvisturinn og það er bara þeir býja ekki leiki. Ha, lína. Nei, það var bara mark eins og ég hér. Sýnist þetta að vera 10. markið hans. Egils. Nei, rétt hjá mér. Fyllu að senda skilaboðina og er lýsandi. Og það er ekkert mál númer 7 sem Max Emil skorar sitt 8. mark. Staðan er 27-23 og ég held að IPVA skorar líka verið þessar verðin og ætla að taka bara, þetta ekkert að bíða, fá bara og nema framar að taka þetta alvörunni, bara alvöru. Og það skýtur og það er varið. Og IPVA reynir að kippa í boltan, nær hann ekki. Framar hann á einna, koma sér upp, flýta sér, sendir niður í hornið og það er bara aftur og skýtur og skorar. Ekkert mál. 5. marki, nei, vá. 4. marki hans en ekki 5. Gerðið nóvart. Línu. Sem 5. en það var 4. Og það er mark. 24 aftur, Auðun. Það er ekkert við hjá þeim. Það er bara mark eftir mark eftir mark. Taka hérna, leysa inn. Og skýtur og það er styggir út, það fór boltan aftur út og það er varið. Ekkert mál. Það er bara að verja þetta. Það er ekkert að hafa neina vandamál. Koma hérna, endan með hérna. Hlustur hérna í IPVA. Og 73 og það er bara vörn. Brot hérna. Og 73 tegur hérna fyrsturinn hjá IPVA, sendir inn í hornið. Hann gefur sig gegn, það er lína, nei, víti fyrir ekki. Hann fiskar víti hérna fyrir IPVA. Þeir ætlar að ná að jafna þetta áður en tíminn endar, þá alveg sjans á því. Það skýtur og skora með engu vandamáli. Sýnist að sé 10. eða 11. markið hans. Ég komið svo mikið bull hjá mér hérna að ég er ekkert alveg viss hvernig markastaðan er hjá þessum eina manni. Mörkin alveg rétt en það er hvort að ég sett rétt að menna markið. Og það er skorað engu vandamáli. Það er 12. markið hans í dag og staðan er 29-25. Skýtur hérna á varið. Nærun með náður hann skýst út af. Halda sér áfram. Nei, hann lætur bara breyta á sig. Ekkert mál. Og hann bara nær boltan aftur. Hann sendir ekki upp, þeir bara róa niður vinstri. Robby vill það frekar heldur en að vera að taka ykkur Þetta taka aftur, þeir verðist að taka einn aðra aftur hefði ég fyrir Robba. Taka hérna. Skjóta og það er 8 sem tekur aftur
Með 13. marki sitt í dag. Þvílíklega góð framistæða hjá honum. Eins og ég segi, þetta bara eins og Ómar Ingi í 4. flokki fram. Og það skýtur og skorar. Já. 64. Bogi með sitt 5. mark eða 4. Ég dettur í huga að þessi 5. Ég ætla að merkja þetta sem 4. En hérna, já, með að hvernig mínútölur þá var það 4. Varið. IBF ætla bara að halda sínu tempói. Komið upp þessi frábæra hraða sókn. Sendir niður, skýtur og lína. Það er ekkert verið mandvall, það er bara línan. Feiku þarna á hann. Eins og þessi sér að það kemur oft fyrir það að fá línu þarna á þessum punkti. Senda inn í hornið og hérna í svona uppi þessu hraða. Það er það að fara hérna inn og fá línuna. Og það er mark. Það er ekkert flottar af það. Framallega halda áfram að sína sig fram. Það er Þorsteinn Örn sem er sett annað mark í dag. Skrítið er ekki búið að vera meira mikið að tæmat í dag. Það er komið, ég held að Robbins ekki múið að taka eitt og það er mark. Það er ekki flottar af það. Það er 11 hjá honum, sem er Ríkharði sem er sitt 4. mark. Og hvetja hérna áfram. Það ekki rattar og skýtur og skorar. Það er ekki flottara hjá honum. Þvílíkur strákur. Sitt 14. mark í dag. Ætlar að taka 6-0. Ætlar ekki að taka hérna sjensa og herru, aftur eins og segja þetta er þessar leksendingar sem koma í gegn. Sýndist þau vera númer, ég mista númerinu, hans ekki þetta. Mér sýndist þau vera númer, Bjöggi. 38. En aftur þá er ég búinn að mista ég líka þessu marki, ég sá þetta ekki alveg. Adar 24 skorar sitt afturmark hjá honum. En hérna ég náði ekki markinu hana, það er ekki það. Eins og ég segi, allar kvartin getur verið tók gett fram eftir þessu að Kolbeinn T. á afturkynum. Tók gett fram með svona okkar það er 8 sem fannst aftur og með sitt 15. mark í dag. En ég hef eins og ég segi, ég er útsíkastjórinn. Ég tek svona bráðumlýsandi hérna. En Tóki er hérna okkar svona framkvæmdastjóri framtíðis handboltans. Það er svo department head eða svona eins og tekur þennan hlut. Handboltahlutan fyrir framtíði. Á meðan það ég sé útsendinguna og stjórna henni og er útsendingastjórn fyrir hana. En hérna það er bara að róa niður. Þess að aftur ekki strax mitt eftir að þessi breytt hæri. Lausa inn. Næsta leikur til þess. Áttan hérna hættulega áttan eins og ég kalla hann. Og það er varið. Það er varið. Og það er auka. 2 mínútur. Það er 2 mínútur áttuna. Brotið þarna á honum. Það er leiðilegt. Og alls ekki gott. Þessum mér. Mér finnst það aldrei gott að fá mann af velli. Og skorar. Það er ekki flottar af það. Síðan það er komið 13 mörk fyrir og staðan er 34-30. Ég held að ég sé ekki með 30 mörk hérna á skýrslu hjá IBF.
og ekki 34 hjá Fram, en ég ætla ekki að tella það, ég að reyna að gera mitt besta að fá öll mörkin. Það bara skorað! Það ekkert vandamál, þeir bara taka aftur. Þeir ætla ekkert að minnka niður þótt að þessi bara með einn mann og mikilvæga mann, áttuna. Þeir bara taka sig á og skora. Og það auka. Og það timeout hjá IBVF. Aðeins að tala við sína menn. Það auðvitað mikilvægt miðað við það að þeir eru munar hérna. Nei, afsakið þetta. Jú, það 5 marka munur. Ég ætlaði að segja það að hérna Fram var undir, en það 5 marka munur og það lítið eftir. Þannig IBVF ætlar að taka einhver kerfi hérna til þess að fá þessi 5 marka upp eða 6 og reyna annarkvort að jafna eða vinna. Auðvitað vilja allir vinna. Það skiptir máli í bikarkeppni, af því ef þeir hérna jafntefli þá það verra fyrir mig sérstaklega. Og því að því meira á þá þurfa að taka búnaðinn. Með hvað klukkan þá held ég við bara rétt náum þessu. Þeir stilla bara eitthvað kerfið, það auðvitað bara innan við 3 mínútur eftir ekki, afsakið þetta. Það bara 3 mínútur eftir þessu leik og þeir ætla 3, já, það var hægt. Svo til leiðist það svona gerist. Og það skýtur og það varið! Markmaðurinn starkaði bara verið þetta. Þeir ætla bara að reyna að taka hérna. Taka mennuleik. Þeir taka þær. Æ! Missa þetta út af. Það ekki máli það bara missa hann út af. Ég myndi að halda það að taka markmann líka út af og bara reyna að hafa bara út af. Já, það var út af. Aftur þetta. Ég var að bæjast þess mikið ekki. Þetta hættulegt þarna. Þeir ætla að fara upp, þeir fljóta bara upp. Nei! Þeir missa boltan þarna. Og tvisturinn alveg uppi. Skýtur og skorar. Og Róbert segir bara að vera rólegir. Wow, það ekkert meira en það. Já, það víti. Hérna, sem á kameru. Já, ekki halda á hana svona. Nei, betur ekki verið. Það verðist að vera markmannskipti hérna á þessu síðustu mínútu, fá fyrst nummer 1 sem Filip Ambró. Ég ætla ekki afsakið þetta, ég veit ekki góð með nöfn. Það hættulega áttan sem tekur markið hérna og skýtur og vel! Ásinn vel að máti hættulega áttinni. Ekki eðlilega flott og þá bara reyna IBVF að minnka munin. Þeir reyna bara ég held að þeir sé bara reyna að komast niður í 6-0. Jæja, það auka. Það bara, þetta taka svo lausasendingu. Og þeir ná hann. Fótur. Það getur vel verið að sé fótur á hann. Og þeir skora! Það ekkert flóttan það, en þeir skora. Þeir ætla að taka eins mikið, þeir ætla bara að og Róbert tekur hérna
og hann dundurandi á boltanum í það verður slæmt af því það bara móki den. Ég held að þessi bara 2 mínútur fyrir það, held ég. Það líka ekki á guldspjald fyrir það, ég bara veit ekki almennilega hvað það var. En hérna, Róbert þetta núna bara stilla upp í einhverja kerfi og skora þarna mark til þess að koma bara liðinu til sigurs, fram til sigurs. Þótt að þessi framar í blóði, þá hérna Fram TV biased við þegar leikir. Þá þóttu við allir lýsendur Fram svo sem eru á kamerunni oftast allir halda með Fram og halda með Fram og í liðinu. Þá það bara svona. Ég held að bara IPVF ætlar hann bara að halda bara áfram sem þau gera. Ég man ekki hvort þetta var 3. Ég held að þetta 3-2-1, nei ég man rétt. 3-2-1, passar það ekki. Ég man ekki alveg, þeir eru að taka alla mjög hátt uppi og reyna bara að taka mann á mann. Já, ætla bara að fiska mann út. Það bara verið þannig. Ég syns að Fram bara búin að vinna hér í dag. Ekki miklu líka. Já, 16 kemur og víti. Já, stoppa tíman auðvitað. Og það Ásinn sem kemur aftur sem varði á móti áttunni áðan. En nú spurning hvort að hann skorar. Og hann skorar. Hann ætlar ekkert og hann hættulega áttan sem ég vil kalla hann með 16 mörk í dag og staðan 36-32. Það er 5 sekúndur eftir. Og það skorað. En Framar að vinna þetta í dag. Bikarkeppnina. Og eru konir áfram. Já, ef við ætlum kannski bara að nefna hverju maður leikurins, þá ætlum ég bara að segja það að fyrir Fram þetta bara Marek Baldursson sem sín 16 mörk í dag ef ég hef rétt mér. Ég ætla ekki alveg að fara með það fram. En með við hvernig allt fór. Og svo var það hann hérna númer 2 sem Egill Stefánsson sem búinn að vera frábæran leik og líka þetta Auðun Sindrason. Ég ætla ekki að nefna það að þeir eru báðir búinn að vera frábæran leik í dag. Svo þetta líka bara hérna bara eins og maður segir, það er bara allt IPVF-liðið búinn að vera með frábæran leik í dag. En já, ég myndi bara það eftir smáverðið þá byrjar fótboltaleikur sem þá Fram, ég veit ekki hvað. En endilega komið og horfið á hann ef þið hafið áhuga á fótboltanum. Ég þakka alla fyrir mig og það er svo Fram leikur eftir sem ég geta hort á. En takk fyrir.